Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða sjávarútvegsmál. Ég veit ekki með ykkar páskafrí en ég var í páskafrí norður í landi og þar var töluvert mikið rætt viðbrögð útgerðar elítunnar hér á Íslandi við boðuðum leiðréttingum á veiðigjöldum og samúðin var nú ekki með útgerðarmönnum í Mývatnssveitinni þar sem ég dvaldi páskana. Ég datt niður á 2 ára gamla frétt þegar ég var að undirbúa þennan þátt. Erfðu Samherja og hafa hagnast rúma 10 milljarð á 2 árum. Þar segir að félagi í eigu barna Þorsteins Más Baldvinssonar hjá Samherja hafi fengið lán hjá foreldru sínu til að kaupa hlut í Samherja HF. Eignir þess voru metnar á 45 milljarða króna. Það var í lok árs 2021. Erlend starfsemi Samherja samstæðunar hafði þá verið seld til Baldvins Þorsteinssonar í lok ársins á undan og þetta kom fram í ársreikningum félagsins og það voru tekin lán hjá foreldrunum. Börnin tóku lán hjá foreldrunum til þess að eignast þennan auð allan og þetta eitt af því sem að við erum að spyrja okkur að hvort sé í lagi hér í þessu samfélagi. Nú svo þegar við fáum stjórnvöld sem dettur í huga að, eins og ég sagði áðan, lagfæra veiðigjöld örlítið, þá gerist þetta. Laufey, tæknitröll, þú kannski sýnir okkur birtingarmynd gráttkors útgerðarinnar. Við höfum séð núna sjónvarpsauglýsingar fokdýrar, margar á dag. Eitthvað kostar nú að framleiða þær sem eru sýndar hér alveg vinstri hægri á sjónvarpsstöðvunum og á internetinu það að allt sé að eyðast, himinn og jörð, ekki síst landsbyggðin, allt fari til helvítis ef það reynt að ná örlítilli flís tilbaka af því sem að margir telja að sé í eigu okkar almennings. En þannig að þessi mál eru mjög ofarlega í umræðinni og ef við bara svona veltum fyrir okkur umfjöllun fjölmiðla sjávarútvegsmál, framsalið, kvótakerfið síðustu ár, þá hefur hún verið mjög varfærin. Fréttin sem ég las upp úr áðan, hana skrifaði Þórður Snær Júlíusson sem nú orðinn framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, verðandi þingmaður kannski að lokna þessu kjörtímabili. En við höfum tekið eftir tilhneigingu hjá fjölmiðlum að vera mjög varfærnir. Ég held við getum alveg rætt þöggun. Ég hef sjálfur skrifað það í mínum bókum hvernig maður þarf að tipla varlega til jarðar ef maður ætlar að skrifa gagnrýni sjávarútvegsmál. Það er þannig komið fyrir okkur og það er auðvelt að skilja hvers vegna fjölmiðlar eru alla jafna smeykir að fjalla með gagnrýnum hætti þessi kerfi. Það er til ríki í ríkinu og þetta ríki er útvegsmenn, sumir kalla það ólígarka. Það var orðið til alveg gríðarlega valdamikill hópur sem á ofboðslega mikinn auð og hann nýtir að hluta til þennan auð til þess að kaupa sér ítök í öðru atvinnulífi en því sem tengist sjávarútveginum og umræða þetta er núna að komast á skrið víða í samfélaginu vegna viðbragða útvegsmanna við örlítilli leiðréttingu. Þannig að kannski kemur það bara í bakið á þeim. En svo eru til Íslendingar sem hafa verið óhræddir við og nóg boðið, hafa verið óhræddir við að gagnrýna ekki bara útgerðarmenn heldur Hafró og svona þessi kerfi í heild sinni hvernig þau vinna saman og einn þeirra er Björn Ólafsson sem er útgerðartæknir fyrrum sjómaður og ýmislegt fleira og ég hef einu sinni áður fengið hann hér að rauðaborðinu og hann er mættur aftur í dag. Vertu velkomin Árni. Takk fyrir. Við ætlum ég ætla að ræða við þig hérna aðeins þorsk og loðnu, Hafró og kannski bara lýgina tilurð kvótakerfisins.
eða réttlætingu kvótakerfisins en fyrst ætla ég aðeins að svona fá þig til þess að ræða með mér þetta sem ég var að segja áðan í inngangnum. Það þessi heiftarlegu viðbrögð útgerðarmanna við því sem að svona okkur almenningi sýnist bara hóflegar leiðréttingar á veiðigjöldum. Hvað lest þú út úr þessu miklu viðbrögð? Já, sko, ég held að það sé alveg potið þetta svona langstæðst meirihluta þjóðarinnar misboðið. Það væri mikið næra svona, ég held að sé að skjóta sig í fótinn alveg hrikalega og það væri næra að þið sýndu smá þakklæti frekar þó að hafa þennan aðgang að auðlindinni sem að þjóðin á. En svo það náttúrulega ekki þeim að kenna hvernig lagaumhverfið og hvernig þeir geta notfært sér kerfið. Nei. Sem lítur náttúrulega menga alla þegar menn geta komist upp með svona óðbóðslega auðsöfnun og samþjöppun. Já. Og það fer ekki þetta milli mála náttúrulega rosalegi peningar sko þegar þeir eru að eiga í öðru hvoru fyrirtæki í landinu. Já. Þannig að ég veit eins og mínu heimili, konan hún lækkar alltaf þegar þessar auglýsingar koma, alveg komin upp í koka á þessu. Að vera að beita fyrir sig sko, börnum kannski? Já, og svona heima fólkjum að það missi vinnuna ef þessi leiðrétting sem ekkit annað en leiðrétting fer fram. Þetta er bara hreinlega ljós sko, maður bara skilur það ekki sko hvað þau fengu þessa hugmynd. Sko, mér finnst viðbrögð að benda til þess að þeim líði eins og þeir eigi allt samfélagið og ef þeir bara vaði fram með frekju og dólgi eins og þeir hafa gert núna eftir að bara þetta kynnt inn í samráðsgátt, þetta frumvarp leiðréttingu veiðigjalda, að þeim líður eins og þeir geti traðkað okkur, haft okkur öll undir hælnum. En það er sannlega rangt, já. Já, ég held að þeir að vera langt yfir strikið núna, sko. Já. Þetta verður þeim alls ekki til góðs að koma svona fram, sko. Eins og ég segi sko núna væri þá kannski bara ráða skoða kerfið almennilega, ekki bara þetta heldur hvernig þetta er uppbyggt. Já. Hvernig þetta er allt innan sömu virðiskeðjunnar. Já, þetta er náttúrulega þessi ofboðslega samþjöppun og hvað er erfitt fyrir nýja aðila að komast inn. Já. Og hvað það að eiga bæði veiðar og vinnslu, hvað var þar stjórna og verðinu? Það er náttúrulega algjör sturugl. Ég man bara þá tíð þegar ég fór út til Boston að selja fisk fyrir fyrirtæki sem var í það sem hann kallaði flugfisk. Já. Að þá var eitt aðal umræðuefni hvað ætti að gefa upp og hvað ætti að skilja eftir úti. Já. Þá var við að tala um einhver cent að hverju pundi af fisk. Þetta er það gamalt að þegar var verið að safna peningum úti sem aldrei komi heim og enginn viss af. Þannig að ég get alveg ímynda með hvernig þetta er í dag þegar fyrirtækin eiga orðið bæði fyrirtæki hérna og úti og geta alveg stjórnað þessu. Já. Keypt og sjálfum sér og selt. Þannig að þetta er mjög óheilbrigt. Og það er ein stétt landsmanna sem að tapar á þessu kerfi. Það eru sjómenn sjálfir að þeir fá minna í sinn hlut. Sjómenn og hafnarfélög og hafnir og allt saman ef það er alltaf verið gefið upp kolvitlaust verð. Já, einmitt. Þetta er eiginlega með ólíkindum. Hvað þeir hafa fengið að ganga langt og hvað þessi ógnarbylgja hefur fengið að rísa lengi óáreitt. Við erum með nýja ríkisstjórn sem virðist ætla að hafa manndóm í sér til þess að þótt ekki sé nema bara aðeins setja kommu við þessa þróun. Ég get nú ekki sagt að mér finnist að vera mjög róttækt sem að ríkisstjórnin er að gera. Nei, alls ekki. Það er sama hver lítið það er. Það uppsker alveg heiftarleg viðbrögð og það er til nógir peningar til þess að koma með áróður og alls konar lygar. Já, þú sér það. Ef þeir vilja eyða öllu þessum pening í þessar auglýsingar og alla hennan áróður, þá hafa þeir eitthvað að verja. Já, þeir hafa mikið að verja. En þú hefur verið að núna undanfarið að skrifa greinar á vísi.is og þetta eru, ég vil bara mín skoðun er svo að þetta séu
þarfar og góðar greinar, þær hafa sett sjávarútvegsmál í gagnrýnið ljós. Þú hefur meðal annars fjallað hve erfitt að komast í samband líka við stofnanir ríkisins og kann að tengjast að einhverju leyti því sem við erum að tala hvernig þessi gæjar hafa bara allt í hendi sér, að þú hefur verið gagnrýninn á allams Hafró í fyrri greinum sem ég hef lesið eftir þig, og í síðustu greininni þinni ertu að tala að loksins hafi þó forstjóri Hafró komið í viðtal. Já. Það hafi verið á Sprengisandi hjá Kristjáni Kristjánsinni, kollega mínum. Því má skjóta inn í að ég hef sjálfur gert tilraun til þess að fá forstjóra Hafró hingað að rauðaborðinu. Það hefur ekki gengið, eins og hátta til að mér finnst allt og marga embættismenn íslenska ríkisins núna, að það eins og það hefur eitthvað breyst síðan ég var kornungur blaðamaður, að áður fyrr þá þeir sem þáðu launin úr hendi okkar almennings, skattgreiðenda, þeir töldu það hluta af skyldu sinni að tala við almenning þegar upp koma álitamál í gegnum fjölmiðlafólk, en þetta svolítið á undanhaldi í seinni tíð og mjög miður. Nema það svo aftur sé vikið að þér nafni og þínum greinum að á Vísi þá fjallaðir þú síðast viðtal Kristjáns við forstjóra Hafró, og hvað ef þú svona endur segir aðeins í örstuttu máli það sem þar kom fram og það sem þar kom ekki fram, hvað fannst þér það spjall? Já, sko, fyrst vil ég segja að Hafró náttúrulega ríkisstofnun. Þannig að ef þetta væri einkafyrirtæki þá væri maður ekkert að þenja sig neitt. En maður finnst bara Hafró hefur gríðarlega ábyrgð, hvað sem líka betur að vera fyrir þjóðfélagið. Og þá gerir maður það kröfur þegar forstjórinn kemur fram að hann svona segi þjóðinni rétt og satt frá. Og mér fannst hann skauta ansi létt með staðreyndir og beið eiginlega eftir að það hlýti einhver sem hefði jafnvel meiri þekkingu en ég á þessu og meir undir að rísa upp og mótmæla eða allavega að finna að og gagnrýna það sem maður var að segja, en það hefur enginn gert það. Þess vegna beið ég nú með að svara þessu í einhvern halva mánuð. Já. En þarna það var svo margt sem að bara Kristján hafði mikið áhuga á humrunum. Já. Og hans forstjórinn heldur því statt og stöðu fram að humurinn hafi verið mjög vel nýttur, mjög varfærnislega. Þetta er bara hans orð. Já. Þegar alla staðreyndir segja allt annað, þegar það liggur bara fyrir hjá ISIS, Alþjóða Hafrannsóknastofnunin, að þetta var númer 1 ofveiði, kolrang stoppstærðamatt, veiðarfærin, það var alltaf verið á sömu bleiðunum og veiðarfærin voru náttúrulega sérútbúin. Ég var nú sjálfur á 5 trolli, þannig að ég veit alveg hvernig það var. Já. Voru sérútbúin til að grafa sig inn í botni til að ná sem mestu. Já. Bara eins og gengur gerist þegar menn eru svona hálfstjórnlausir. Einmitt. Og það var allt rangt bara við það, enda stofninn hann hrundi, hann bara búinn. Já, hann bara búinn. Þú veist, 2 árum áður en að þeir ákveða að stoppa þetta, þá veiðistofninn sagður eitthvað 10.000 tonn, þegar var ekki humarhali að finna. Já. Enda hann langt frá því að jafna sig, því að samkvæmt skýrslum ISIS þá þetta vestförnu humarsvæði sem að rannsakað í heiminum. Það nú ekkert öðruvísi. Það ekkert annað. Og þeir notuðu kolrangar aðferðir til að stoppmæla humarstærðirnar. Og samt heldur forstjóri Hafró fram að hann segir þetta ítrekað, varfærnislega, því hann gekk á eftir honum að Kristján, því hafði svona, mér fannst eins og Kristján hafði eitthvað kynnt sér málið, Já. Og hissa, og númer 1, þetta var alveg eitt sem að ég skildi ekki. Nei. Hann skildi segja. Nei. Og svo kennir hann hlýnun hlýnun sjávar, nánast allt. Hvernig nýliðun hefur hrapað, hvernig loðnustofninn hefur hrapað.
þættir sem hann verður ekki dreginn til ábyrgðar fyrir. Nei, en það verður hann aldrei dreginn til ábyrgðar. Ég meina, þetta er eins og ráðherrar, þeir eru ábyrgðarlausir af athöfnum sínum. Þannig lagað. Og það er sko, það er svo margt sem að segja sko, Kristinn að ganga eftir hann með kvalina, þeir sé að éta loðnu og svoleiðis. Og þá segir hann, það sé nú vandræði með það að því þeir viti ekki hvað hvalirnir eru margir, hvernig sé að reikna það út. Já. En stutt áður hafa sagt að þeir reiknuðu allt út hvað fisktegund þyrfti af loðnu, hvað lífríki þyrfti og klikkið með út að segja við reiknum allt út áður en við grípum inn í svo náttúran fái sitt. Já. Þannig að þetta er svona guðlegt og allt að þú bara ákveður hvað náttúran þarf. Já. En svo segir hann ekki hugmynd hvað hvalirnir eru margir sko, þannig að hvernig náttúran reikna það til dæmis. En ég hef mér tekið Þetta veit enginn hvað er að fisk í sjónum, hvernig er þetta, það er ekki þetta að reikna þetta. En ég hef mér tekið eftir þessu þeir sem að verja óbreytt ástand, verja kvótakerfið og framsalskerfið, þeir tala mjög mikið hvalinn núna. Þetta bara, nú þurfum við bara að skjóta miklu meira af hval. Og þetta er svona eins og kallað er á ensku, þetta er kannski ákveðið alibi. En sko, það sem að, sko, eitt stærsta hagsmunamál okkar sem þjóðar er þorskurinn og loðnan, þú hefur náttúrulega verið að fjalla um það að eins og segir núna að við þurfum nú að huga að fleiru en hvalnum þegar kemur að loðnunni sem er megin fæða þorsins og þú sagðir þarna í síðustu greininni sjávarútvegsmál, ert að tala forstjóra Hafró. Forstjórinn talar að það hafi verið ofveiði á þorski og fleiri fiskitegundum áður en fiskveiði stjórnunarkerfið var tekið upp. Og þetta eru akkurat þau rök sem að útgerðarmenn sjálfur halda helst á lofti að kvótakerfið hafi bjargað okkur frá því að ofnýta stofnana. Hér hafi bara allt verið hérna á hverjanda hveli þegar kerfið var tekið upp. En svo segirðu, ofveiðin var þó ekki meir en svo að þorskaflinn var 2 sinnum meiri áratugum saman og flestir stofnar stóðu mun sterkari en í dag. Í þá daga fékk loðnan að sinna sínu hlutverki í friði. Já, ég nefni þetta því að forstjórinn er að tala ástand á loðnunni. Já. Og þessi hlýindaskeið sem að skiptast á í sjónum, þetta er velþekkt fyrirbæri, þetta gengur á með einhverjum áratugum eða jafnvel minna. Og það var sem sagt kuldaskeið 25-65 og svo hlýindaskeið, svo hlýindaskeið sko 65. Nei, þetta er öfugt sko. Skiptir ekki máli að það er hlýindaskeið frá 2000, kuldaskeið áður og hann talar að vandamáli sé að þeir viti ekki hvernig ástandi á loðnunni var fyrir 1984 áður en við setjum kvótann á. Og þess vegna sé svo lítið hægt að segja hvernig stofninn var þá með tilliti til alls hvað hann var að leggja að mörkum. En staðreyndinni þá létu við bara loðnunni að vera en það var allir fiskistofnar við hestaheilsu. Við vorum að veiða sko þetta frá alveg upp í 450.000 tonn þorski. Já. Það var þá, hefðu menn haft áhuga á því, það var til dæmis þetta mókveiða humar, ég veit að það var ekki hægt að dýfa humartroll í nema toga í hálftíma, mestarlega klukkutíma, þá var það svo fullt, það var ekki hægt að ná pókanum upp. Og aðri fiskistofnar bara voru bara í náttúrulega góðu ástandi. Síðan við setjum kvótakerfið á. Já. Við byrjum að veiða loðnu þarna upp úr 1970 af einhverju ráði, 70-80. Já. Og síðan fer loðnu veiðarnar fullt og við erum að veiða 1,5 milljón mest og við erum búin að veiða einhverja 30 milljónir af loðnu. Já. Og eina breytingin, forstjórinn segir að hefjist þetta hlýindaskeið árið 2000 og þá hrynji samfara því, þá hrynji nýliðun í fiskistofnum og það sé ekki hægt að veiða meira því nýliðunin sé svo slæm
og hann segir líka og þeir hafa ekki hugmynd af hverju, hann segir það líka það eina sem þetta hug, það út af hlýnun sjávar en hann hugsaði ekki það virðist ekki koma inn í umræðuna öll þessi loðnuviði eins og hún hafi bara engin áhrif. Hann setur ekki spurningamerki við? Nei, þetta ekki sko þetta ekki alveg svona einfalt og við erum búin að veiða ég held 30 milljónir tonna í það heildina en það segir ekki allt sko hérna áður við vitum ekki og segjum bara þá hefðu þessu 30 milljónir tonna yfir þennan tíma verið í lífríkinu hringt, haldið áfram að fjölga sér og hún gerir mikið meira gagn dauð en lifandi loðnan sem hráefni í vistkerfinu sko og sko nýliðun gengur út á það ekkert vita hvernig nýliðun reiknum frá 30 ára aldri allur þorskur nýliðun byggist á hvað mikið að 30 ára fiski fram að þeim tíma ekkert vita hver afföllun eru þú veist, hvað að koma út af hrognunum þannig að það alveg óvitað og það er mjög erfitt líf fyrir fyrir seiðinu og svoleiðis og ef þau hafa ekki nóga næringu þá náttúrulega annarkvort eru þau drepin eða sko étin og ef þorskurinn hefur og aðri ránfiskar hafa ekki nóga að éta þá náttúrulega leggjast þeir í auknum mæli á seiði og minni fiska og loðnan sem dauð hún framleiðir svo mikið af lífrænu næringarefnum sem að síðan stíga upp sjáin þetta er náttúrulega flókin hringra þetta svona einföldu máli þannig að taka hana í burtu þá ertu líka að minnka líkurnar á nýliðun og þorskurinn hefur lést ár frá ári alltaf að léttast og maður léttist bara það bara eina ástæða fyrir maður léttist ég ger ekki ráð fyrir hann sé að temma vantar fæðu og þá étur hann eitthvað annað til að bjarga sér og étur undan sjálfu sér í stór auknum mæli þeir að vanmeta það ég alveg vissum að þeir að vanmeta alveg gífurlega hvað hann étur mikið undan sjálfu sér ég tala við menn gamla menn og mig og gamla og mikið eldri en ég sem unnu bæði á sjó og mikið í aðgerð sem við vorum að kúta fisk og svona það kannaðist engin við í gamla dag að hafa séð þorsk þegar það var búið kútan og í maganum á hann væri annað þorskur þeir könnuðust við síld og loðnu og jafnvel þú veist ísuseiði og þessi seiði en að bolta þorskur væri með annað þorsk það hefði enginn séð nú þetta í miklu mæli það já hvað er langt ég meina að taka sko bara golfþorsk og inn í honum kannski 5 kíló þorskur hvað þetta að segja? Er langt síðan fór að bera á þessu? Já, sko, menn vilja sko sönnun á því, það var hægt að finna það því að það eru til eili myndböndin það sem hefur verið á kúta þorska svona stóra golfþorska og það er þorskur inn í einhverjum einasta þorsk það sem stóra þorskur fyrst hrinu síldin og þá gengið á loðnuna og hún að rinja núna, það alveg sem hvað menn segja ég meina, auðvitað eitthvað loðnu ennþá sem betur hún frétt að karfa fullum á loðnu en svo næst það ekki bara ljósátan rauðátan ég meina Hafró var að skoða þeir eru löngu að skoða það að veiða ljósátu og ég Vestmanniði með að vera að gera einhver rannsóknir að veiða rauðátu fara ennþá neður í fæðikeðjuna þannig að þú veist, það er eins og þeir vita þetta, ég ekki að segja neitt nýtt, þeir eru líffræðingar og sérfræðingar, þeir hljóta að vita hvernig hringrás neður í lífkeri sjávar þú ég sé alveg upp í fjöru og svona hafi hugsað mikið út í þetta við erum að þetta er bara rangt við erum að éta útsæðið alveg vinstri hægri og að kenna hlýnun sjávar er allt og mikið einföldun því að ég búin að kanna það núna plöntusvif og svoleiðis í sjónum það í miklum blóma og það það sem framleiðslan í hafinu byrjar það bara eins og hjá bændunum sko sprettan á dúninu og í úthögum
Við erum að tala inngrip mannsins en ekki náttúrunnar að þínum mati. Já, þetta blandast, já. En við erum að hafa held ég miklu meira áhrif heldur en að er verið að viðurkenna. Annað sem flókið í þessu svolítið núna er sko að má ekki segja það að sko það ekki endilega hagur útgerðarmanna að auka veiði sumra fiskistofna. Þeir eru svolítið búin að aðlaga sig að þeim breytingum sem orðið hafa, fiskiskipaflotið þeirra og umsetning, starfsmannahald og svona, þeir hafa það svo rosalega gott í óbreyttu ástandi. Já, mann farið að gruna það því að þú séð bara ár eftir ár er ráðgjöfin mjög svipuð núna. Já. Það og samt þorskurinn alltaf léttast og það er náttúrulega örugglega rétt hjá Jóni Kristjánssyni fiskifræðing. Já. Það er náttúrulega bara því að hann vantar æti, hann verður að éta eitthvað, þá bara étur hann sjálf á hann sig. Já. Þannig að þegar þú þorskstofninn líklega orðinn of stór miðað við það sem hann hefur að éta. Já. Því að Hafró trúði því eftir sem að hrygningarstofninn væri stærri, það make a sense, að þá fengiru fleiri aðkvæmi, meiri nýliðun. Já. En það er bara kolrangt. Það bara liggur fyrir vísindalega að þú getur verið með 500.000 tonna hrygningarstofn og hann er að gefa þeim minna heldur en 300.000 tonna hrygningarstofn. Einmitt. Það er út af einhverju. Já. Og þetta að reikna allt út frá 30 ára fisk, þeir verða að vita eitthvað hvað gengur á áður. Já. Sko, ég var að tala áðan að þetta hefur miðað við umdeilanleika þessa mála og miðað við margt sem orkar tvímælis bæði í vistkerfinu og efnahagslega og út frá bara félagslegum skyldum, samfélaga og þjóðarheill og þjóðarhag. Þá er mjög mikil þöggun, hefur verið mjög mikil þöggun álitaefni í greininni. Það sem þú ert einn fárra sem að reglulega steikir í goðinn með skrifuðinum, hefur það kallað yfir þig einhvers konar viðbrögð? Nei, ég bara fengi þeir sem hafa samband við mig eru bara mjög lukkulegir hrósaði mig bara, þú veist, og það er náttúrulega alltaf skemmtilega að fá hrós heldur en skammir. Já. Og jafnvel frá mönnum sem ég hef átt von á að fá skammir sem kannski ég hef haldið að viti betur en ég ýmis mál en sem betur fyrir þá hafa þeir verið mjög sammála. Já, þannig að skrifin njóta viðurkenningar. Ég náttúrulega allt sem ég skrifa, þú veist, allar tölur og allt það. Já. Það er langmest unnið upp úr skýrslum Hafró. Já. En svo náttúrulega nægir mér í gögn frá ICS og Alþjóða Hafrannsóknastofnuninni og ég vil víðar til að bera saman því að ég er hættur. Að því ég brendi mig bara á því sjálfur því ég var að skrifa greinur og var að fara í gögnin hjá Hafró. Já. Þannig bara því að maður skýtsamilegt minni að tölur pössuði ekki alltaf þegar það sem ég mundi og það sem ég var búin að alltaf að fara að skrifa þetta stemdi ekki. Þá kemur í ljós að þú les skýrslu til dæmis frá 1997 hvað stofninn var stór og hrygningarstofninn og nýliðin að þá færði eina tölu. Svo ég lestu skýrslu frá kannski 2005 og það eru þá bara allt önnur tala hvað stofninn var stór 1997 heldur en stóð í skýrslunni 97. Já. Þá eru tölur þá leiðir þetta eftir á. Það er náttúrulega miklu betra að þú sér þegar ári líða býtu þetta var einhver steypa hjá mér því það er náttúrulega margbúð að setja honni við Hafró og þeir sé það sjálfur að þeir hafa verið að meta stofnstærð þorsks kolrangt. Já. Og þetta hefur gerst ítrekað. Þetta hefur gerst eiginlega með 10 ára fresti, þannig að svo skrítið, og þá hefur ekki verið að muna 50.000 tonnum þá hefur verið að muna með 300-500.000 tonnum á stofnstærð. Já. En er tilgáta þín einhver leyti svo að Hafró sé í vasanum hjá útgerðaröflunum?
það væri nú agalega ljótt að halda það að menn séu að fórna sínum vísindilega heiðri fyrir eitthvað svoleiðis, sko. En, sko... En þrýstingur náttúrulega já, það er þrýstingur og svo... Það var nú að segja sem við þetta er gamall her hjá Hafró þannig að séð, ég held að þeir hafi langflestir þarna unnið síðan upp undir 30 ár, síðan 1990 eitthvað. Já, það. Forstjórinn er náttúrulega búinn að vera yfir 30 ár hjá Hafró og tekur við sem forstjóri eftir að vera þannig að... Gömul þekking. Já, og þú veist, og það er erfitt að hafa rangt fyrir sér. Eða þú veist, erfitt að viðurkenna það. En það er náttúrulega númer 1 og 3 í vísindum að vera nógu gagnrýnin á eigin vinnubrögð. Já. Það er alltaf ná framförum. En þetta er bara líka svo ósanngjarnt hvað okkur, þjóðinni sem á auðlindina, þeir bera ábyrgð á því að það sem er að láta frá sig sé okkur fyrir bestu. Þetta var það bara það hver skattprósentan mín og þín er. Ég meina, já, þetta hefur svo mikil áhrif fjárhagslega fyrir þjóðfélagi. Þetta er ekkert sem að menn er að leika sér með. Nei, en ég spurði það á hann og viðbröðin og hérna þú heyr, það er enginn að leggjast á þig, það er enginn að anda kalt og hann í hálsmánuð áður og segir að hætta þessu. En þú ert líka, þú ert, er það ekki rétt hjá mig, þú ert komin á aldur. Já, ég er bara á það er ekki hægt að reka, það er ekki hægt að hérna... Nei, það er ekki hægt að reka mitt en og hérna, ég hef enga hagsmuni af nema bara, ég náttúrulega ég þykist gjörþekki þetta. Ég hef náttúrulega alin upp og fyrsti róðurinn 10 ára á bát 40 tonna bát og alin upp í fjörinu og hef hugsað þetta mikið og náttúrulega menntaði mig aðeins í þessu og var á Bjarnasæm Hafránskipinu. Þannig ég þykist þekki þetta þó ég sé ekki líffræðingur en þeir eru líka að tala veiðarfæri og svoleiðis og ég veit ekki hvort þeir eru meira menntaðir en ég í veiðarfærafræðum og svoleiðis. Er svo ekki brottkastið allt önnur ella og er það ekki stórfellt? Jú, það er alveg sama hvað ég segja. Að það er það. Það er stórfellt. Ég haf bara að segja sér sjálf. Og mest á stærstu skipunum. Já, þú kemur ekki með að því þú ert með kvóta. Nei. Þá hendur fiskinu sem er minnstur. Eftirlitið í skötulíki, við sendum dróna á litlu bátana og... Já, þeir eru alveg undir stöðu eftirlitið en við erum alltaf að spá í hotsílinn. Það eru dæmi og þetta er engin kjaftasaga. Nei. Að eftirlitsmenn hafa bara gefist upp, ekki haft geð í sér að taka þátt í ruglunu og síðan sóttum aðra vinnu, til dæmis, ég var búin að segja frá því, á höfn við hafnarstarfsemi og þar hefur aðal útgerðarmaðurinn séð til þess hann var í rekin með til samveð annars myndi skipin hans ekki landa á þessu höfn. Hugsaðar. Og þetta er bara satt, þetta er engin kjaftasaga. Nei. Það er að nafngreina mannin, maður gerir það náttúrulega ekki en Og ég heyrði einu sinni sjálfur og skrifaði leiðar það í Fréttablaði, ég heyrði það á tal starfsmanns Fiskistofu og sjómanns þar sem að sjómaðurinn ræddi glaðhlakkalega við starfsmann Fiskistofu að leið og eftirlitsmaður hjá þeim væri farinn þá breyttu þeir ham og færa að stunda örugglega mikið til í því en þetta er þagað við einhvern veginn bara lítum á þetta lögbrot og stórfellda vistkerfistjón sem að þessu hlýst sem einhvern fylgifisk kerfisins okkar. En svo bara því við nefndum hvalina bara til að skjóta þá umræði niður að þá er það vísindilega sanna að þeir leggja meira til náttúru til vistkerfisins heldur en taka. Það er bara þannig. Og allstaðar það sem hvölum hefur fjölgað, það eru vistkerfi batnað. En hve kúaðir eru sjómenn hetjur hafsins kallaðar fyrrum? Hve kúaðir eru sjómenn í dag hér við íslenska fiskiskipaflótanum? Þeir tjá sig nánast aldrei. Menn í vinnu borð í skipum útgerðarna, þessar stærri útgerðar, þeir tjá sig aldrei nokkur þjóðmáli. Er það nokkur tilviljun? Nei, það er engin tilviljun. Þetta er náttúrulega allt öðruvísi heldur en þegar ég sá laun og útreikninga fyrir sjómennin á bátunum hjá okkar fyrirtæki Nei, ég held að ef ég væri ásetið eða kokkur eða eitthvað, ég myndi ekki til að rífa kjaft ef ég vildi halda djópinu. Það er bara þannig.
Ég held að það sé bara alveg, örugglega þannig, skipstjórar, þeir vita örugglega ýmislegt sem þeir láti ekki út í sig, sko. Það hlýtur að vera bara tímaspursmál hvenær einhver gamall skipstjóri eða stýrimaður eða einhver segir frá, einhver sem hefur lokið ferlinum og opnar sig fullkomlega gagnvart eigin þjóð þetta brottkast. Annar en Óli Upsi. Ágættur sem hann nú er. Já, það er, en mér kemur ekki þetta óvart, þetta ég veit ekki hvað langan tíma, þá var að vera trollbannað. Já, mitt. Það er þessi umræði þegar hafin. Já. Þannig að það ef þeir eru að fara að byggja skip núna, þá ættu kannski að hafa það í huga. Þeir sem eru nú ennþá að byggja uppsjávarskip, sko. Já. Að mér kemur ekki, miða við allar rannsóknir og náttúruverndarsjónarmið og bara lífríki hafsins, að þá maður veit alveg hvað togari getur gert, sko. Já. Við botninn. Já, einmitt. Þetta er ekkert smáræði, sko. 5-6.000 hestöfl slétta botninn áður en þeir fara að veiða, sko. Þeir eru ekki eins og með trolli aftan í þeir eru að slétta botninn, sko. Nei. Það er bara sérúbúin að greiða til að draga þetta botninu til að slétta hann áður en að veiða færi látið fara, sko. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega gífurlegar. Þetta er allt sem á eftir, sko, því þú veist hvernig nútíminn er, þetta er allt að færast í þessa áttina, sko. Þýðir ekki að tala hvali, sko. Það er enginn að fara að veiða hvali, sko. Nei. Þú veist, það er ekki framgámanlegt, nema menn vilji bara fara með harakiri, sko. Kristján Loftsson bara að pakka saman, segir hann. Já, hver er tendensin í Japan? Já. Unga fólki vill ekki hval. Nei. Einmitt. En það má margt gott suma útgerðarmenn segja. Já. Svo það sé á hreinu. Já. Þetta er ekki einsleit umræða. En þeim hefur verið hlíft mörgum þeirra og allt og mikið og ítökin eru orðin allt og sterk og samstöðin er ágætis fjölmiðil til þess að reyna að veita því smá aðhald. Já, mjög. Og þakka þér bara fyrir, nafni, að koma hérna og ræða aðeins þessi máli. Já, bara takk sem við leiðum, bara vona að þingmennirnir fara að tala eitthvað sem máli skiptir en ekki plasttappa á eitthvað. Eða einhver fornöfn, allir velkomnir eða öll velkomin. Ég er svolítið að vonast eftir því endurheimt kjarnamála. Umræðan er búin að vera mjög mikið eitthvað sem að mér finnst skipta aðeins minna máli heldur en það sem skiptir mestu máli. Já, við erum móðgunargjörn þjóð. Já, og bara við elskum titlingaskít eins og Laxness sagði, að ræða hismið og það sem skiptir engu máli. Pope Francis og svona. Já, hann skiptir nú heldur betur máli. Já, þú meinar að forsetinn skuli hafa, já, einmitt. Það fær meiri umræðu heldur en náttúruauðlindirnar. Góður punktur. Ég sammálaði með þetta nafni. Heyrðu, en þú heldur áfram að skrifa? Já, ekki? Jú. Á meðan það er einhver blek eftir í pennanum. Finna ástæðu til. Já, og kannski fáum við oftar að njóta krafta en að hér við Rauðaborðið. Ég veit að þú stundu verið hjá Grétari Mar sem stjórnar hér þætti. Já, ég kom einu til hans, já. Og það er kannski ágætt fyrir ykkur áhorfendur bara að þið séu mynd á það að utan þessara dagskrár Rauðaborðsins er sem sagt hér vikulegur þáttur sjávarútvegsmál. Og eins og Björn Ólafsson segir þá við þurfum að ræða þessi mál. Já, af bara meiri krafti og með gagnrýnni hætti en verið hefur. En kæra þakkir fyrir komuna. Bara takk sömuleiðis. Björn Ólafsson. Já, bara frábært að fá þig og við höldum hér áfram dagskránu við Rauðaborðið eftir andartak, ekki frá langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is